kosið utan kjörfundar. Það er einfalt að kjósa. Mánuði fyrir kosningar er hægt að kjósa utan kjörfundar hjá sýslumönnum land allt. Erlendis er kosið í sendiráðum og hjá kjörræðismönnum. Á kjörstað gerir þú grein fyrir þér hjá kjörstjóra. Þar færðu kjörseðil, umslag fyrir kjörseðilinn, fylgibréf og sendiumslag. Þú merkir X í ferning fyrir framan svarkostinn sem þú vilt kjósa. Þú mátt ekki nota önnur tákn eða skrifa neitt annað á kjörseðilinn. Það getur valdið því að atkvæðið verði metið ógilt. Gættu þess að enginn sjái hvernig þú kaust. Svo setur þú kjörseðilinn í minna umslagið og límir það aftur. Síðan fyllir þú fylgibréfið út og undirritar það. Kjörstjórinn vottar atkvæðagreiðsluna með sinni undirritun. Athugaðu að atkvæðið er ekki tekið til greina ef undirritun vantar á fylgibréfið. Næst setur þú fylgibréfið og kjörseðilsumslagið í sendiumslagið og límir það aftur. Framan á sendiumslagið skrifar þú nafn þess sveitafélags þar sem þú ert á kjörskrá ásamt póstnúmerið þess. Aftan á sendiumslagið skrifar þú nafnið þitt og heimilisfangið þar sem þú ert á kjörskrá. Ef þú býrð erlendis skrifar þú síðasta heimilisfangið þitt á Íslandi. Athugaðu að þú sem kjósandi berð ábyrgð á því að atkvæðið þitt komist til skila. Stundum er hægt að setja bréfið í atkvæðakassa hjá kjörstjóra. Ef ekki, þarf þú að koma bréfinu til kjörstjórnarinnar þar sem þú ert á kjörskrá. Ef þú óskar eftir því, er kjörstjóra skylt að koma bréfinu í póst fyrir þig. Bréfið er þó sent með almennum pósti og kjörstjóri getur ekki tryggt að það berist í tæka tíð. Bréfið þarf að hafa borist kjörstjórn eða í einhverja kjördeild í viðkomandi kjördæmi fyrir lokun kjörstaða á kjördag. Nánari upplýsingar atkvæðagreiðslu utan kjörfundar má finna á kosning.is.